Nú ætlum við að halda áfram með myndvinnslu í forriti sem heitir Photogallery. Ég er komin í valmyndinni hingað að einhverju sem heitir Noise Reduction. Noise í myndum er hversu grófkornóttar þær eru. Þegar við erum að taka myndir í litlu ljósi þá fer myndavélin stundum að nota stillingar sem gera myndflöguna ljósnæmari, þar að segja hún ráði við minna ljós, þannig að það komi mynd, en þá verður myndin í staðinn kornótt og það er hægt að ýta þá á Noise Reduction. Það er engin hávaði eða noise í þessari mynd, þannig að Noise Reduction hér gerir afskaplega lítið, en það sem Noise Reduction gerir er að það gerir myndina óskýrari. Það er eins og ef það er mikill hávaði eða mikill noise í myndinni, mikið á stórum grófum kornum, að þá verður hún næstu því að hún sé ekki í fókus á eftir. Þannig að maður verður stundum að ákveða, vill maður hafa smá korn eða myndina pínu svona mjúka, og það er bara val sem maður hefur og verður að velja í sjálfu sér. En hérna er líka eitthvað sem heitir color, og ef ég ýti bara hérna beint á þá stillir hún þetta bara sjálfkrafa, en ef ég ýti á örina þá fæ ég nokkra svona litasamsetningur. Ég get valið hvort ég vil hafa myndina kalda með svona bláum litum eða hlýja með svona gulum litum. Þið séu að það eru nokkri möguleikar og það er svona spurning hvaða möguleiki okkur finnst henta best, eða að velja bara engan af þeim og þá smellum við bara hérna fyrir utan og þá hverfur þetta. Nákvæmlega eins með lýsinguna. Exposure er bara lýsing, hvernig myndin er lýst. Þessi mynd er aðeins oflýst, þannig ef ég ýti bara á exposure þá gerur hún eitthvað fyrir myndina fyrir mig og þið séu að hún minnkaði lýsinguna örlítið, og ég get alltaf farið tilbaka og undo og redo munið þitt til þess að átta mig á því hvað virkar best. Ég ætla að fara aftur í upphaflegu, en ef ég ýti á hérna þá fæ ég aftur upp myndir eins og áðan, og hvað af þessu virkar nú best fyrir mig. Og ég myndi nú halda að það sé þetta hér, svona næstu í þetta hér. Það er þetta hér nú bara eiginlega betra. Síðan er hérna, ég ætla að geyma fine tune þangað til í næsta myndbandi. Það er í raun og veru aðalmálið í þessu forriti, það sem að ég nota mest. En hérna get ég farið bara beint í svarthvíta mynd. Sjáðu, hérna er fullt á svona fyrirfram ákveðnum stillingum. Ég mæli ekki með því til dæmis að ef fólk vil gera og nota mikið svarthvíta myndir, ekki stilla myndavélina á svarthvít. Notið þið myndvinnslu forrit til þess að breyta myndinni, þá eigið þið myndina í lit líka, þó þið breytið afrit af henni yfir í svarthvít. Sama með einhverja svona sepia tóna eða einhverja aðra tóna. Það notið þið, og það eru fleiri hérna fyrir neðan held ég. Þetta skuluð þið gera bara í myndvinnslinni, ekki láta myndavélina gera þetta. En ef ég fer af, að þá fer myndin bara í upphaflega liti. En næst skulum við skoða fine tune stillingarnar.